gestir, geggjað spjall, hér í sófanum. Ég byrja? Þú mátt byrja. Ok, ég heiti Sólborg. Ég er með Instagram sem heitir Fávitar og bók núna sem heitir Fávitar. Ég er 924 ára og er frá Keflavík. Það er svona kannski ekki að helsta mig. Já. Ég heiti Sigurþóra, er oft kölluð Sigga, þú mátt kalla mig Siggu. Ok. Og ég er framkvæmdastjóri fyrir Bergið Headspace og má segja að ég sé stofnandi Bergsins Headspace sem er barnið mitt og ég kannski tölum aðeins hérna. Ég er, þú ekki að segja þetta, en ég er 48 ára. Ég er ekki, ennþá er ég á 50-aldri. Já, þannig að segja svona, stolt. Og segja stolt. Já. Og þegar ég sagði 17 ára dóttur minna að ég ætla að koma að hitta þig og spjalla við þig, þá sagði hún við mig, heyrðu þú verið að segja að ég sé brjálaður aðdáandi áttunar. Og ég sagði, hún elskar áttunar. Og ég sagði svona, já, veitu, hvað er eftir áttunar? Hvað er áttan? Já, auðvitað spyrir maður. Þannig ég það mig aldrei. Já, ég var semst í áttunni 2018 og það var svona tónlistar, sketsa, leikhópur, samfélagsmiðla, eitthvað. Ég var með þeim í hálft ár og það var ógeðslega skemmtilegt, sko. Þið voru mjög skemmtilega, held ég, sko. Já, ég vona, við vorum líka mjög skrítin, sko, og mjög óvinsæl tímabili, sko. Já, það. Já, en ég held að það fylgir líka bara svolítið svona, maður er ekkert til allra þegar maður er í, sko, sem að þetta eða áttan eða eitthvað annað, sko. Já. En var gaman að heyra, ríða þetta upp. Já, þetta, ég er svo ánægð með, eins og til dæmis Bergið, að því að í vinnunum minni, eins og áður en að það byrjaði, þá fannst mér svolítið erfitt að vita hvert ég ætti að vísa ungu krakkar sem voru að leita til mín. Þannig að eftir að það byrjaði, þá er ég búin að vísa svo mörgum til ykkar og ég held að það sýnir svo mikið hvað var mikið þörf á því að ungt fólk hefði eitthvað stað, einmitt þar sem maður þyrfti ekki að borga hálfan handlegginn eins og ég til dæmis nefni Bergið í bókinu minn og það er einmitt þetta. Kostar svo mikið að borga sálfræðingum til dæmis í dag. Þannig að ég er bara svo glöð að þið séu byrjuð með þetta allt saman. Já, það skiptir svo miklu máli. Er ekki klikkað að gera hjá ykkur þó þessi COVID og sérstaklega kannski út af COVID? Það er í raun og veru að vera að klikka að gera núna, já. Bara núna í haust. Það var ekkert mikið að gera í vor. En þeir var aðeins bjartar úti? Já, það var hérna bjartar úti og ég held að bara bæði okkur og, þú veist, bæði semst yngri í hópnum og öllum bara fannst þetta kannski bara vera eitthvað svona smá spennandi og ég bara, COVID og prófa þetta og ég get frí í skólanum og svona og var þetta svolítið fun en og svo kom sumarið og það opnaðist allt og þá, þú veist, var þetta einhvern veginn ekki eins erfitt eins og menn kannski héldu en þetta er erfitt fyrir suma en í haust það er þetta búið að svíkja krakk og sérstaklega ungt fólk svo mikið. Með því einhvern veginn að þú veist, fyrsta skipta að byrja í framhaldsskóla eða þú veist að byrja í háskóla. Busárið eða eitthvað. Busárið, það er ekkert busaball, það er ekki neitt sem er í gangi. Og þetta verður svona alveg heima og ég meina þú veist, það byrja bæði í framhaldsskóla en það er líka háskólanemar sem er að byrja í háskóla sem er að koma til okkar. Ég meina þau eru aldrei verið í háskóla úr 19 ára og þú veist að byrja í háskóla og það er allt á netinu og þú kannt ekki, þú veist, maður kann ekkert að læra, maður kann ekkert á þetta. Þú veist, maður hefur kannski bara ekkert farið niður í skólan sinn og er að byrja í háskólanáminu sem maður hefur dreymt alla ævi. Og maður hugsar alveg smá svona, þú veist, vákum maður er samt að koma frá miklu forréttindasjónarmiði að þetta séu svona stærsti hjá manni. En þegar maður er unglingur, þetta er rosalega stór partur af lífinu manns og maður vill ekki missa, þú veist, það að fá til dæmis að fermast og halda fermingaveislu eða að fá einmitt, að fara fyrsta daginn í skólan og það getur bara verið átakanlegt, sko, en ég skil alveg að ungu fólki finnst þetta mjög erfitt. Já, þú veist, þetta er auðvitað það sem maður gleymir og ég meina við svona þessi 40 eitthvað ára gamla fólk sem kannski stjórnir svolítið mikið Íslandi, við í raun og veru áttum okkur, ég meina það skiptir einhver miklu máli fyrir mig hvort þetta er haustið sem ég er 47 ára eða haustið sem ég er 48 ára, skilurðu, þú veist, lífið er svona nokkurn veginn það sama, en maður er bara einu sinni 16. Og maður er bara einu sinni 18 og ég man ennþá eftir sumrinu, þú veist, besta sumrinu mínu lífi að vera sumarið því ég var 18 og og það var bara, þú veist, heimurinn algjörlega opinn fyrir manni þannig að Mér finnst það samt verið svo ábyrgandi eins og núna bara, þú veist, í þessu COVID-rugli að ungt fólk er búið að stíga svo bara skýrt fram og bara, heyrðu, við ætlum að gera þetta hérna saman af því að, þú veist,
auðvitað viljum við vernda gamla fólkið okkar og viljum vernda viðkomu hópa samfélagsins og allt þetta og mér finnst ungt fólk hafa axlar rosalega mikla ábyrgð og ekkert verið að kvarta yfir því í rauninni. Algjörlega. Og svolítið tekið þetta bara á kassan og verið bara, já, þetta bara hluti af okkar bara svona samfélagslegri skyldu. Þannig ég ógeðslega ánægð með unga fólki í samfélaginu okkar, sko. Þetta er vera frábær. Ég finnst ég upplifði þetta rosalega mikið, að nákvæmlega þetta. Að þau eru, og þú veist, við vorum rosalega mikið að pæla í þegar krakkar voru að koma, að þau eru ekkert að koma til þess að segja bara, það var ömurlegt COVID eitthvað, þú veist, og það er búið að taka svo mikið af mér eða eitthvað svolítið, þau aldrei. Nei, það er ekki attitútið sem er. Heldur bara meira bara, þú veist, mér líður illa, mér finnst þetta erfitt, skilurðu, þú veist, og svo jafnvel eru það að fara lengra í því að passa sig heldur en þau þurfa. Þú veist, mörg kannski bara, ég er ekki, þú veist, búin að hitta neitt og mér finnst það ógeðslega erfitt og bara, þú veist, ég hef verið svo heppin, ég geta farið í vinnuna og klætt mig á morgnana. Ég er ekkert vissum að ég geti haldið upp þessu dampi, ég hefði verið alveg heima. Og þú veist, og svo segir maður kannski bara, þið geti kannski hist tvö, þú veist, það var eitthvað sem átti, þú veist, stórt herbergi í bílskúrnum og svona, þið geti alveg hist þá 3 og lagt saman að hist og chillað 3 saman í svona bílskúr og það má út frá reglunum. Það er bara, já, má það, af því það er allir svo mikið að vanda sig og allir að passa svo mikið og gera svo vel. Og það er ekki svo upplifun að þau séu að koma til okkar af því að það sé eitthvað svona bara, þú veist, auðmikið ég, heldur bara einhvern veginn, þú veist, mér líður bara ekki nógu vel, sem er mjög eðlilegt. Vá hvað það er samt frábært að þau séu tilbúin líka bara að segja þetta upphátt. Já. Sko, fyrsta skipti sem ég fór til sálfræðings, ég man að mér var búið að líða drullu illa, ég fór ekki inn og sagði mér er búið að líða ógeðslega illa. Ég fór og sagði, ég veit ekki alveg af hverju ég er hérna, og ég vil ekki vera að eyða tímanum í þínum. Þú veist, og ég er alveg viss að sé einhverju þar, en bara svona að, þú veist, ég vildi á þeim aldrei að ég hefði getað verið bara, mér líður illa og ég vil fá að tala það. Já. Já, unga fólki okkar er bara komið þangað, því það skiptir svo miklu máli að geta sagt upphátt og geta beðið hjálp. Ég er ekkert viss þau séu komið þangað, sko. Nei. Og mér finnst, en það er grundvallar hugsunin með bergið. Grundvallar hugsunin eða hugmyndin með bergið er svo að við búum til stað þar sem þú getur bara komið alveg sama hvað það er. Og okkur finnst svo mikilvægt að það sé alveg að bara þú þurfi ekki að hafa orði við það, þú þurfi ekki að segja mér, þú veist, að það þurfi ekki að heita eitthvað eða vera með einhverja greiningu eða allt sé komið í vol eða þú veist að ég sé bara fíkill eða þunglindur eða kvíð, ég held að það eigi ekkert við mann þegar maður er 16-17 ára. Nei, það er bara erfitt eitt og sér að vera 16-17 ára. Nákvæmlega. Þannig að það er alltaf í lagi að ungt fólk komi og segi bara, ég veit ekki hvað er hérna. Já, og þau getur bara komið og þau þurfi ekki að réttlæta það að þau komi með neinum hætti. Að þið bara hvert skipt sem einhver hefur samband við okkur, bara ef þú ert yngri en 25 ára, það eru einu skilyrði, komdu. Já. Að því þau eru ekki að hafa samband með að hafa eitthvað að segja. Og svo koma þau og hérna ráðgjafarnir í okkur finnst þetta einmitt svo skemmtilegt. Það er þetta sem orðaði þannig að bara aldrei verið svona vinnu eða sem að kemur ykkur og ég veit aldrei hvað kemur. Og þurfa að taka það bara á, ég ætla hann að hjálpa, bara. Já, bara, nei, það sem er fyrsta sem að ráðgjafarnir okkar gera og sem bara grunnurinn á öllu sem við gerum er að hlusta. Og ég sá einmitt að þú varst með að fá þetta innganginum og þetta hefur verið mér mjög hugleikið, kannski bara út frá því hvað ég kem og annað, eða þeirri reynslu sem ég bý að, er þetta með að hlusta. Við hlustum ekki á ungt fólk. Þú skrifar það. Það er ekki búið að vera að hlusta á ungt fólk. Þetta er í raun og veru ekkert flóknara það, því að þú veist, ef við værum að hlusta á kröfur ungs fólks, sem til dæmis bara með loftslagsmálin, eða með andleg málefni, eða með hvernig þau vilja skólakerfi sé, hvort þau vilja til dæmis að það sé 3 ár eða 4 ár. Hvenær var hlusta á ungt fólki í þessum ákvörðunartökum og hvenær er það gert? Þú veist, mér finnst þetta í raun og veru ekkert vera flóknara heldur með það að þú veist, stjórnvöld eru oft tilbúin til dæmis til að funda með ungmennaráðum og svona og það er alveg frekar vinsælt að fá að taka myndir með ungmennaráði. Við fundum hérna með ungmennaráði í dag, já, ok, og hvað ætli í raun og veru að gera með þær upplýsingar sem ungmennaráði var að segja við ykkur? Og það er ekki nóg bara einmitt að smella í því mynda sem ungmennaráði og segja vá hvað þið eru flott og ég var einu svona vinnu sem blaðamaður og þá tók ég viðtal við stelpu sem að opna á svolítið öflugu ungmennastarfi og þar sagði hún einmitt ungt fólk er ekki bara framtíðin, við erum hérna núna.
að því einmitt, af hverju erum við að bíða eftir að fullorðið fólk, að ungt fólk verði fullorðið fólk til að við getum fara að taka mark á þeim, af því að ég held að við værum bara miklu betri stað ef að unga fólki okkar fengi að stjórna aðeins meiru í þessu blessaða samfélagi. Þess að til dæmis bara með kynferðislumálin, þú veist. Þegar ég var unglingur þá vildum við fá meiri kynferðislu. Ég spyr krakkana á hver minnsta fyrirlestur viljið meiri kynferðislu. Aldrei fengið nei frá öllum, þú veist. Og þannig ég skil ekki hvað þetta að stoppa hjá fólki sem með þessi völd. Það hlýtur að vera bara, við höfum ekki áhuga á þessu. Þetta ekki efst á forgangslistanum hjá okkur. Ég held að sé hægt að taka þessar ákvarðanir og breyta þessu ef það vilji fyrir hendi. Það sjálfsögðu. En ég held að þetta sé rétt hjá, ég held að það snúist áhuga og ég held að snúist fyrir mér er þetta líka oft þannig og ég hef stundum sagt að eins og inn í kerfa, þú veist að ég hef verið að hugsa svo mikið geðheilbrigðismálin. Þú veist eins og inn í kerfunum og ég sit sjálf núna í barnaverndarnefnd, þannig að ég að kynnast þeim þætti líka að mér finnst svo oft þetta með að við hlustum ekki, snýst svo mikið það að við erum kannski ekki við þorum ekki að spyrja spurningana og við þorum ekki að fá svarið. Hræddi svarið. Já, vegna þess að hvað ætlum að gera, þú veist, það einhvern veginn eins og það að spyrja bara barn sem er unglingur og einhverju stöðu sem erfið gagnvart foreldrum eða eitthvað, bara hvað vilt þú gera eða hvernig líður þér eða þú veist, ég hugsa eins og með barnaverndarmálin. Já. Að börn, þú veist, við erum að fá til okkur krakka eftir krakka inn í bergið sem hafa kannski verið í barnaverndar, með barnaverndar og þau segja bara hvert og eftir öðru. Það var enginn sem spurði mig nokkuð tímanum hvað ég vildi. Einmitt. Og ég held að sé að við erum hrædd við svörin og ég held að sé líka að gafast svona stærri stefnumótandi ákvörðun. Við erum bara hrædd við svörin held ég, stundum. Já. Ég held að þetta sé þetta fer svo algjörlega í grunninn, bara til dæmis, samskipti foreldra og barna. Ég hef heyrt oft bara, til dæmis bara af því að ég er svo mikið inn í þessum málum, að foreldrar segja oft, já, þú ert ekki tilbúin til að stunda kynlíf. Frekar en að spyrja, ertu það? Hvað finnst þér? Hvernig upplifir þú þetta? Og ekki endilega bara með þetta, heldur bara, hvað langar þig að gera í dag? Frekar en þú átt að gera þetta og þetta og þetta. Við erum svo mikið að ákveða fyrir aðra. Ég myndi aldrei ákveða fyrir einhvern annan fullorðinn einstakling. Af hverju ætti ég þá frekar ákveða fyrir barn? Auðvitað þurfum að kenna börnum og við þurfum að leiðbeina þeim í réttar áttir og við þurfum að veita upplýsingar þannig að þau geti tekið öruggar og meðvitaðar og upplýstar ákvarðanir, en það vantar þetta algjörlega. Hvað vilt þú? Hvað langar þig til að gera? Hvað finnst þér þetta? Og hvernig líður þér? Hvernig líður þér? Nákvæmlega. Ekki bara dusta þetta að taka þetta á kassan, sko. Það þarf ekki alltaf, eins og ég verður að segja með alltaf COVID-ábyrgðunar, taka þetta bara á kassan. Kannski er það ekkert alltaf heilbrigt, sko. Ég held að það sé líka erfitt bara yfir höfuð núna að vera unglingur í dag því að það er svo mikil mér finnst orðræðan oft vera bara svona á ungu fólki bara verið svo ótrúlega markmiðadrifin að við þurfum einhvern veginn, mér finnst svolítið í umræðinni, við þurfum að setja niður markmið, við þurfum að vita hvað markmiðin okkar við þurfum að vita hvað stefnan okkar og hvað við viljum verða og skipt svo miklu máli að vera bara ógeðslega duglegur og það getur verið rosalega mikið pressa líka alltaf. Kannski nenni ég bara ekki að skrifa niður markmið. Er það, þú veist, þín, sko, þegar í gegnum skólagöngunum hjá þér, þú veist, kynslóðuna eftir, ég meina þú ert jafngömul elsta drengnum mínum og upplifir það að það hafi verið mikið þannig að þið hafi verið fengið til að þú veist, þegar eigið alltaf að vera að setja einhvern veginn markmið alltaf að hugsa. Mér finnst það miklu minna þegar ég var unglingur, heldur en ég heyri til dæmis bara í orðræðinni í dag, það er svo rosalega mikið að tala um andleg málefni og svona. Og það er svo rosalega mikið að tala um sjálfsvinnu og ég til dæmis hef alveg upplifað kannski svona meira kannski kringu tvítugt að það væri rosalega mikið pressa að vera í sjálfsvinnu einhvern veginn. Ég held að sé ógeðslega mikilvægt að vera í sjálfsvinnu en kannski upp að einhverju marki því ég held að sjálfsvinna og markmiðasetning og þetta getur líka orðið að slæmum ávana. Það getur heldur líka orðið eitthvað sem kannski frekar orsakar-kvíða heldur en að hjálpa mann að minnka kvíða til dæmis ef maður er innan gæðsam of mikið að pæli. Ég held að geti snúist upp í andhverju sína. Þetta á að hjálpa manni, en ég held að geti líka fara út í öfgar. Algjörlega. Það þurfi einhvern veginn að finna eitthvað smá svona milliveg. Ég meina það þetta bara þekkt að fólk sem að þjáist að kvíða og alls ekki það síðasta sem það á að gera að fara í markþjálfun. En það eykur bara kvíðan. Og markþjálfun gengur út af það að þú sért að setja markmið og annað og það mjög margt gott í markþjálfun, ég ekki að segja það. En það ekki gott ef þú ert með kvíða. Já, þú veist, ég velti þessu fyrir mér að því ég ekki alveg upp mikið, þú veist, en það var samt, þetta fer allt í hringi,
þú veist, það er bara hvað í tísku núna, hvað það sem við eigum að gera núna og ég hef búin að vera lengi út á vinnumarkanum og maður mikið í svona alls konar, það var auðvitað, markmiðasetningin var alveg rosalega á tímabili, en ég hef bara með árunum og aldrinum og þroskanum, ég er bara fullkomlega hægt að setja mig markmið. Vegna þess að mér finnast þau ekki vera hjálpleg, en ég set mér sýn meira, eða tilfinningu, meira þú veist, hvernig ég hef miklu meiri, að því heimurinn hefur finnur alltaf leið til þess að, þú veist, platamann og gera, og hlutirnir sem maður heldur að sé að fara að gerast og maður er að vinna með eitthvað svona markmið, þau voru svo föst að þá hættir maður að sjá all tækifærin sem heimurinn að bjóða mann upp á út allt. En maður er bara stefnandi þangað, ég er frá þangað, ég þarf að gera allt í dag til að komast þangað einmitt, að þá kannski missir maður af þessu sem hérna. Hjúinu frá heiminum. Og ég meina, mér finnst þú nú vera ansi búin að vera góð í að framkvæma það sem að alheimurinn hefur gefið þér. Ég var spurð bara í gær, hvar sérðu þið eftir 5 ár? Ég vil ekki sjá mig eftir 5 ár. Þú veist, það myndi bara valda mig kvíða ef ég þyrfti núna að vita bara, já, ég þarf að gera þetta til að vera komin á þennan stað eftir 5 ár. Það er bara engan tíma að missa, hérna. Þú veist, já, sko, einmitt, ég vil kannski alveg vita bara, ok, ég ætla að vera með vinnu eftir 5 ár og ég ætla kannski að vera búin að vanda mig í samskiptum við fólk og læra betur að sjálfa mig eftir 5 ár. Þetta er svona hlutir sem ég veit, þú veist, ég vil vera búin að reyna eins og ég geta að halda líkamlegri heilsu og hugsa sjálfa mig þannig, en þú veist, ástæðan fyrir til dæmis að ég er í þessari vinnu í dag og þetta er búið að takast svona, þú veist, ég var aldrei eitthvað fyrir 5 árum einmitt, þegar ég byrjaði með þetta verkefni, ég var aldrei, eftir 5 ár ætla ég vera búin að gefa út bók. Nei. Það var engin pressa. Ég var meira bara svona, herri, já, hvað langar maður að gera núna? En þú veist, ég sá í formúlanum á bókinni að þú segir að þú bara byrjað, vegna þess að þú hafur upplifað svo mikið, bara, það var svo mikið áreiti á þér, bara frá strákum og bara fávitum, getum við sagt, sem var til þess að þetta fór að stað. Bara hvað? Sko, að þú varst svo ung, þú varst 19. Ég var 19 þegar ég byrjaði með þetta og þetta voru bara eitthvað svona, veit ekki, þetta er bara eins og kannski fólk sem hefur skoðað að fá þetta Instagrami veit hvernig skilaboðið þetta er. Þetta voru bara, þú veist, óumbeðnar typamyndir og bara eitthvað svona kynlífslýsingar sem ég var ekkert að biðja að fá sendar til mín og heyrðu, sendu nektarmynd að þér og sko, jafnvel eftir ég byrjaði með vinna þá erum við fengið bara hótanir kynferðisofbeldi og annað ofbeldi og þetta er alveg glata og oft kemur þetta frá ungum strákum sem ég veit er ekki vondir strákar og vondar manneskjur en þetta er eitthvað sem að sko í fyrsta lagi við kannski, fólk leyfir sér að segja á netinu því ég veit að fólk sem hefur sendt mér þetta myndi ekki lappa upp að mér augliti til auglitis að tala svona við mig en þetta er líka eitthvað valdabarátta þetta er eitthvað svona, heyrðu feministinn, hættu að tala þetta er líka pínu þannig sko þannig að ég sko, já, mér fannst ég bara þurfa einhvern veginn að ég veit það ekki reyna eins og ég gæti að sýna fram á hversu skrítið og óeðlilegt þetta væri. Þú veist, þetta var fyrir MeToo. Við varum kannski ekki svona alveg mikið fyrir að tala kynferðislega áreitni. Maður vissi alveg, heyrðu, maður beitir ekki kynferðisofbeldi, sko. En maður kannski var ekki alveg með það bara, já, heyrðu, hvað er kynferðislega áreitni? Já, er það þetta? Og þú veist, hvað eru eðlileg samskipti? Og svo margt, sko, svo margt líka sem ég er búin að læra í þessari vinnu, því að fara alveg í grunninn á þessu hvaðan þetta er að koma. Þú veist, fyrst þegar ég byrjaði, þá var ég bara, þetta er eiga þessi stað, það er ógeðslegt, hætti að fara að fá þetta. Og svo var ég bara, ok, af hverju er þetta svona? Og þá fór ég bara áttum á þetta vantar bara algjörlega, sko, grunninn í fræðslu bara. Hvernig tala maður hérna saman á netinu og sko, hvað eru eðlileg samskipti og hvernig nær maður sér í kærasta og hvernig reynir maður við stelpur og má maður reyna svona við stelpur á netinu eða svona ef hún stendur við hliðina á manni og alls konar svona, því að þú veist, það er bara erfitt að vera unglingur og það er erfitt að vera manneskja og við erum bara, þú veist, það fæðist enginn inn innan heim og kann að reyna við eitthvað. Og ég stundum sko spurð á fyrirlesturinn hjá mér, hvernig reynir maður við mannesku? Hvernig nær maður sér í kærustu? Og ef ég væri með einhverja eina formúlu, þá er ég bara að gera svo vel. Svona virkar þetta, en þú veist, það er bara flókið að einhvern veginn ná til fólks og að eigna svona náin og djúp sambönd við fólk og þetta er bara happ og glappa hvort maður nái saman með einhverjum eða ekki en ég veit allavega fyrir víst að maður nær ekki í eitthvað með því að senda til dæmis óumbeðna kynfæramynd eða hóta einhverjum ofbeldi eða suða nektarmyndir. Ég held að eina sem ég er með alveg á hreinu er að það þarf að vera virðing
gagnvart manneskjunni sem maður er að reyna við og ekki eins og bara reyna við heldur bara almennt í samskiptum við fólk. Ef það er ekki virðing til staðar í samskiptunum þá getur maður sleppt þessu. Já, algjörlega. Mér finnst það bara að ég er svo ótrúlega full aðtónar af þessari vinnu sem þú ert búin að vinna. Takk fyrir. Þú veist, við höfum auðvitað ekki neina, þú veist, það að vanti kynfræðslu er bara búið að vera alltaf og mér finnst svo magnað að á, þú veist, 20 árum þá bara gerðist ekkert í þeim málum í samfélaginu okkar. En ég er enda með eitt sem að sko vinkona mín segir alltaf, samt við, sem að hún vill segja við börnin sín sem eru svona að verða unglingar og eitthvað, bara eina sem hún hafði svona, þú veist, sem eina ráði sem hún hafði var það, þú veist, ekki sofa hjá okkur ef þú vill láka til að sofa hjá okkur þá verður að minnsta líka vel við viðkomandi. Já. Ekki sofa hjá neinu, þú veist, ekki sofa hjá neinu, þú þarft ekki elskan, þú þarft ekki alla giftast honum, skilurðu, en þegar þú þarf að minnsta líka vel við hann. Algjörlega. Mér finnst það svolítið gott ráð, Það af því það er svo sko. hrikalega einfalt. Nei, algjörlega, og það þurfi ekki að vera eitthvað meiri kröfveldur en það bara, einmitt, þú veist, er manneskjan skemmtileg, þú veist. Og eitt sem ég bara sko nýlega búin að taka svolítið mikið inn til mín er að, þú veist, að því einmitt þegar mann kannski líður illa þá finnst manni erfiðar að setja sér mörk og ýmislegt svoleiðis í sambandi við annað fólk og eins og sérstaklega á þessu COVID-tíma var margir sem eru að einmana og kannski tilbúinir frekar til að lækka en standardana sína í sko varðandi það hvernig fólk kemur fram við mann. Ég allavega upplifa það svolítið sjálf og það sem ég til þess mynd mig á það bara, ok, það skiptir ekki máli hvað fólk segir við þig. Í raun og veru skiptir ekki máli hvernig fólk sko kemur fram, heldur það hvernig líður þér eftir að hafa verið með þessari manneskju? Hvernig lætur þessi manneskju þér líða? Og þetta er eitthvað sem ég er bara svona nýlega búin að vera eitthvað, ekki endilega bara hvernig fólk hagar sér að hvað að segja, þetta er bara mín tilfinning að því að hún segir svo skýrt, sko, maður kynnist í mjög snemma hvernig manni líður gagnvart fólki og stundum hunsa maður það, viljandi, að því að kannski líður manni illa eða er einmana eða veist, hvað sem það er. En það er þetta sem maður á að treysta svo mikið, innsæi manns. Ef mér líður eins og eitthvað sé ekki í lagi, þá skiptir svo miklu máli að ég hlusti á það. Algjörlega. Af því þetta innsæi hjá manni er alveg svolítið öflugt, sko. Maður gleymir í stundum að ég þarf allavega að vera duglegri að minna mig á það, sko. Að maður hefur oft rétt fyrir sér og maður þarf ekkert að endilega gefa fólki rosalega marga sénsa með það ef manni líður ekki vel með þeim. Nei. Það sé svona... Það er þessi mörk. Já. Og það er kannski það sem að mér finnst þín kynslóð og svona ungt fólk og ég er að vona að við náum einhvern veginn að ná fram með það er þessi mörk. Að því ég er auðvitað alveg upp þannig að þú veist, börn, það voru engin mörk. Þú hafðir ekki leyfi til þess að setja mörk sem barn, skilur við. Þú veist, það fór bara eftir foreldrum og annað, skilur þú veist, og ég er þetta bara mjög vel upp alin á foreldrum mínu sem en bara mörk í öllum svona samskiptum skiptir ekki máli hvort það snýr að kynferðissamskiptum eða annað, að það að ég hafi leyfi til að standa með mér og setja mörk. Að því við erum alltaf búin að vera eitthvað ala upp börn og láta þau gera eitthvað sem þau eiga að vera að gera eitthvað í staðan fyrir einhvern veginn að ala þetta upp og ég held að þetta sé svolítið stór þáttur sem við þurfum að horfa á svona áfram. Þetta fer held ég algjörlega bara í grunninn sko og til dæmis bara, Sigga frænka, hún vill fá að knúsa þig, knúsa hana takk og bara hvað ég vil ekki knúsa hana takk. Þú ert að gera það er merki ókurteis. Já, þú ert að sýna þakklæti en þá er það líka bara að segja, ok, ef ég fer til dæmis, ef ég fer að date með einhverjum og hann býður mig glas, skulda ég eitthvað knús eða skulda ég eitthvað sérstakt, get ég ekki bara sagt takk? En það er alveg önnur veist, ég get hegðað mér öðru sem þess, ég get sagt takk, ég get vinkað hæ, ég get gert þetta sem við erum í COVID, sko. Þú veist, við erum alveg búin að sjá það núna að við getum sagt hæ og bæ án þess að knúsast. Þú veist, þetta er allt saman hægt, sko. Ég held að fara algjörlega bara í grunninn á þessu. Við þurfum að læra og kenna þetta mjög snemma. Þú veist, bara í fyrsta bekk, þú þarft ekki að leika með það sem þú vilt það ekki og þú þarft ekki að gefa knús ef þú vilt það ekki. Þetta fer algjörlega í bara grunninn, sko. Þarna, sko, Þetta í raun og veru er kynfræðsla, sko. Þú veist, það getur verið að maður læri, sko, læri að setja sér mörk og læri líka bara, sko, til dæmis rétt heiti á líkamanum sínum. Þú veist, ég heyrði, sko, að því að ef ég til dæmis er að koma inn í 8., 9., 10. bekk eða eitthvað svoleiðis
með fræðslu og krakkarnir hafa lært heima hjá sér. Það var einn sem sendaði mig til dæmis og hún lærði að hún væri með litla rass og stóra rass. Píkan var litli rass. Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei, nei, þetta er hlægilegt í besta falli. Sko, og hvernig eigum við að fara ofan og byggja ofan á þetta fræðsluna ef grunnurinn er þessi? Þú veist, við þurfum bara að kenna, sko, þú veist, og hvað mörk? Hvernig get ég sett mér mörk? Bara heyra, mörkin þín mega bara vera þín mörk og þau mega vera önnur á morgun heldur en þau eru í dag. Þú veist, mörkin mín er bara það sem ég vil gera í dag með þessari mannesku. Ég má vera til í eitthvað og skipta svo skoðun. Það þarf ekki að vera háð í hvað vinkonur mínar og vinir mínar vilja gera eða jafnaldrar mínar að gera. Ég má bara fá ákveð fyrir mig. Og það þarf ekki bara að tengja skilju, heldur bara líka bara langa mig í bíó með þessum eða langa mig að, þú veist, gera þetta eða langa mig að vera alltaf í samskiptum við þennan eða alls konar svona. Grunnurinn þarf að vera tryggður. Algjörlega. Það var eitthvað sem ég var að hugsa þegar við vorum að tala um mörkin. Já. Sem ég samt búin að gleyma aftur. Við getum talað saman í marga klukkutíma, sko. En hérna, veistu til þess að einhverju sé að koma frá mér og til ykkar? Þú ert auðvitað bara, ég veit ekki hvað þetta er með þér, Sólborg. Þú hefur eitthvað svona, það er bara, þú bara sendir út, þú veist, Instagramið og það er alveg bara, þú veist, símannir loganir bergi, skilju. Ég þarf að gera þetta oftar, það er langt sem ég gera síðast. Það er rosalega mikið af ungmennum sem að fylgja þér, sem að bara, þú veist, eru að koma inn í bergi út af þér. Æðislegt. Það er bara ógeðslega mikið þér að þakka. Þannig að ég er rosalega glöð að það sé, þú veist, að þau sé að skila sér og ég held að við séum einhvern veginn, já, ég held að við upplifum miskusti þannig og þau segja okkur það að ungmenni sem koma, að þeim finnist gott að hafa þennan stað og þau verða rosalega hissa á því einhvern veginn að geta komið og bara þau getur nú að tala um hvað sem er. Já. Og við erum að bæði með því að gefa þeim þennan stað og þetta pláss og þennan tíma til þess bara einhvern veginn að tala við okkur. Það sem við erum líka auðvitað að gera er að við erum að hjálpa þeim að taka með skref hinga og þanga ef það er meiri vandi eða meiri gangi sem þarf aðstoða með. Þá erum við oft líka með þeim í því. Ég meina við höfum, þau kannski að fara inn í virk eða þú veist, eða þú veist, vantar eitthvað réttindi eða eitthvað annað því þau, þú veist, finna sér ekki vinna eða eitthvað slíkt og oft erum við að senda það inn í einhver annir úrræði en þau eru samt að koma til okkar líka á meðan. Þannig að við erum svolítið svona þessi sem erum að halda utan um. Og ég held að það gangi ágætlega. Já, æðislegt. Sko, nú bara forritin, ef að fólk sem hlustar á þetta spjall hjá okkur, getum við bent á einhverja góðar leiðir í þessu COVID-rugli til að líða aðeins betur? Er eitthvað sem að því á berginu til þess að stinga upp á sem hægt að gera eða eitthvað? Við bætum ekkert mikið við það sem að er í raun og veru bara það sem við vitum, þú veist, bara halda sér í sambandi, þú veist, við aðra. Ég finn þetta til mig sjálf, þegar ég verð þunglynd, þá reyni ég að ýta mér frá fólki, sko. Reyni að loka mig frekar inni. En það er kannski einmitt sem að þarf svolítið að berjast við hausinn á sér í mómentinu. Að minna sig á þeim bara opna gluggann, að fá smá ferskt loft inn til sín. Það getur líka bara hjálpað. Algjörlega. Senda á Facebook og segja mér líður illa ef það hjálpar frekar en að segja það augliti til auglitis. Nei, mér stundum er kannski að segja það uppátt. Fólk getur heyrt í ykkur. Fólk getur heyrt í okkur. Og það er auðvitað, allan sólarhringinn er 1717 opið og það er hægt að hringja þau. Já, og netspjall líka. Og erum með netspjall líka. Já. Og við erum með netspjall og við erum með síma og allt hjá okkur en við erum bara á daginn. Og þau geta hringt og þau geta heyrt. Og það er alltaf von. Og það er alltaf hægt að finna eitthvað sem að, já, maður getur fundið hjálp. Og mér finnst líka gott að minna mig á það í þessu COVID-ástandi að þetta er tímabundi. Ég er alveg viss að þetta mun líða hjá og það kannski er eitthvað svona vonarglæta í því að vita bara þetta mun taka endi og verða aðeins betra. Ég líka minna mig á að þeirra svona kalt úti að það mun hlýna aftur. Já. Við fáum sól aftur til landsins. Næsta sumar verður bjart úti. Algjörlega. Alla sólarhringinn. Þetta mun ganga yfir. Já. Og þá kemur bara eitthvað nýtt. Já. En núna held ég að við séum bara búnar í bili, en ekki? Jú. Við gætum talað saman í marga daga, sko. Já, ég held að myndi enginn annars hlusta á það.
Þannig að fínt að við náum að setja smá, já, klára þetta. Já, bara hrikalega gaman að fá að tala við þig svona. Sömuleiðis, rosalega gott. Ok, þá segjum við bara gott. Takk Bless. fyrir, bye. Nýlega.